Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, nú ætlum við að ræða alþjóðamál, öryggismál, horfa fyrst og fremst kannski til Úkraínustríðsins og til að hjálpa okkur við það að þá var hingað komin Tjörfi Schött sem doktorsnemi í sagnfræði sem kom hérna fyrir einhverjum síðan og fjallaði mikið með okkur Úkraínustríðið og gaf okkur allavega þá mynd sem var líkari því sem framvindan varð heldur en mátti ráða í mörgum öðrum fjölmiðlum. Það þannig, Tjörfi. Já, eins og gagnsóknina og fleira sem við ræddum á þeim tíma. Herðu, það eru nokkur mál sem tengjast Úkraínustríðinu sem við myndum vilja ræða og kannski fyrst það varnarsamningur Íslands og Úkraínu sem Bjarni Benediktsson og Zelenský skrifuðu undir og það komið einhverjar fréttir af þessu frá íslenskum stjórnvöldum en að mörgu leyti þá miklu glöggari mynd sem má sjá á tilkynningu á síðu forseta Úkraínu, Zelenský. Já. Sem kemur fram, kannski með mynd af þeirri síðu hérna uppi. Já, eins og við sjáum hérna þá gaf vefsíða forsetaembættis Úkraínu út fréttatilkynningu þennan tvíhliða varnarsamning sem Bjarni Ben, forsætisráðherra, skrifaði undir með Zelenský á fundi í Stokkólmi þann 31. maí. Og það mjög áhugavert að lesa þessa yfirlýsingu og það sem þarna kemur fram. Það kemur fram miklu meira í þessari yfirlýsingu heldur en kom fram í fréttatilkynningunni á VF Stjórnarráðsins. Já, það sem hefur komið fram í íslensku fjölmiðlum og í tilkynningu Stjórnarráðsins bara mjög takmarkaðar upplýsingar. Þarna kemur fram miklu meira innihald samningsins og svo líka búið að birta allan samningin á ensku. Þetta náttúrulega fréttatilkynningin á ensku og það líka annar hlekkur á vefsíðu forsetaembættis Úkraínu. Það sem allur samningurinn birtur í heild sín á ensku og við getum skoða ákveðin. Hvað það sem áhugavert í þessu? Já, byrjum á því bara það sem segir í fréttatilkynningunni. Það áhugaverðasta sem segir í fréttatilkynningunni að þarna talað fjárútlát Íslands til Úkraínu og það talað að á árunum 2004 til 2028 muni Ísland gefa 4 milljarða ári. Já, ári í stuðningi til Úkraínu og það mjög mikið áhersla á að þetta sé í tengslum við varnir og hernaðartengmál. Og það talað að Ísland muni hjálpa til við að byggja upp hergagnaiðnað Úkraínu. Þetta sagt í fréttatilkynningunni. Og það líka talað að Ísland muni sérstaklega hjálpa til við að styðja við konur í Úkraínu her. Og svo getum við bara séð ákvæðin í varnarsamningnum sjálfum og það sem og þá við fáum næstu mynd byrjum bara fyrsta atriði það til mig segir í grein 861 að samningurinn gildi 10 ára ég til dæmis ekki sé þetta í annars staðar þetta kemur ekki eins og fram í fréttatilkynningunni þetta kemur ekki fram í tilkynningu forsætisráðuneytisins ég hvergi séð að samningurinn gildir 10 ára en þetta stendur þegar maður les textan í samningunum sjálfum Þannig að við getum ætlað að ef það eru 4 milljarðar ári í þessi 4 ár sem hefur komið fram í tilkynningu íslenskra stjórnvalda að það munum við alltaf hætta þá þannig að kannski þetta samningur upp á 40 milljarða eða Það alltaf segir að þetta verður 4 milljarðar ári þessi ár til 2028 en svo segir að samningurinn gildir í 10 ár þannig að hvernig á að túlka það skilur og þetta er líka áhugavert að því að varnarsamningur til 10 ára það verið að gera ráð fyrir því að stríðið muni enda í 10 ár er það ekki líka kannski það sem að þýðir Það gæti hafði allavega varnarsamningurinn í gildi ef svo væri að stríðið mundi halda áfram í 10 ár Já, hann muni gilda í 10 ár Þannig að þetta er áhugavert atriði sem að ég ekki séð neins staðar annars staðar Og svo ef við förum á næstu mynd að þá þarna útlistað svona fleikar upplýsingar fjárútlát Íslands og til þess að þýða þetta er klausa númer 7 í samningnum það segir að árunum 2022 og 2023 veitti íslenska ríkisstjórnin Úkraínu það bil 2,9 milljarða íslenskar króna í efnahags- og mannúðaraðstoð og 2,6 milljarða til stuðnings við varnir Úkraínu og ég er ekki viss að þetta stangist að þetta passi við fyrir upplýsingar sem við fengið að Ísland hafi látið nú þegar á 2022, 2023,
2,9 milljarða í efnahags- og mannúðaraðstoð og 2,6 milljarða í stuðnings við varnir Úkraínu. Það komum fram hann að kaupin sem að voru í gegnum Tékkland sem voru 300 milljónir og svo var vísað til þess að Íslendingar hefðu lagt peninga í einhverja sjóði NATO áður, en ég man ekki eftir svona hárri uppað, 2,6 milljarðar í vopnakaup. Ég hef ekki séð annars þar, þetta stendur allavega í samningnum á vefsíðu forsetaembættis Úkraínu, þannig að það mætti spyrja stjórnvöld hvernig útskýrið þið þetta, hvað eru þessi 2,6 milljarðar sem hafa verið lagðir til stuðnings við varnir Úkraínu. Já, en það kemur hann neðst í þessari klausu sem varst að birta að Ísland skuldbundir sig til að leggja 2 milljónir evra sem eru svona nálægt 300 milljónum íslenskra króna til þessara tékknesku kaupa. Já, þarna kemur fram sko tékknesku kaupin á skotfærum fyrir Úkraínu og það er sérstaklega minnst á það í þessum samningi og það segir að árið 2004 hafi Ísland og þegar lagt 2 milljónir evra sem eru 300 milljónir íslenskra? Já, 300 milljónir íslenskra króna og við komum að því aftur og eftir, en fyrst sko er náttúrulega þessi klausa sko sem ég myndast á áðan ef við fáum næstu mynd að það hérna kemur fram í samningnum sko að Ísland sko skuldbindur sig til þess að hjálpa Úkraínu við að byggja upp sinn hergagnaðinnað og þá er sko markmiðið að hergagnaðinnaður Úkraínu verði sko samþættur við það er kallað sko öryggis og varnarkerfi NATO og varnarkerfi NATO. Já. Þetta er það sem það segir í þessari klausu sko. Þá er spurning hvernig á að túlka þetta, hvernig á Ísland að hjálpa við að byggja upp hergaginn í Úkraínu, er það bara með fjárveitingum? Ég held að við höfum lítið annað, við höfum ekki mikla þekkingu í uppbyggingu skotfæraframleiðslu eða... Nei, maður fyrir þessi svolítið á sig sko, hvernig Ísland á að hjálpa Úkraínu við að byggja upp sem hergagnina, þetta segir allavega í varnarsamningnum og við sáum næstu mynd, mér finnst þetta líka mjög athyglisvert atriði, þetta kom fram í tilkynningunni, að þarna í þessari klausu 32 er talað að Íslandi sko sérstaklega að sko styðja við þarfir herkvenna í Úkraínu og taki þátt í að skaffa fyrir þær einkennisbúninga, skotheld vesti, læknis- og hreinlætisvörur. Og Ísland mun halda fram að styðja áætlanir sem miða því að útvega búna sérstaklega fyrir konur í öryggis- og varnarlið Úkraínu. Þetta kom fram á Íslandi sko, ég man eftir þessu. Það var það er sérstætt hugmyndin svo að til dæmis skotheld vesti að þau séu hönnuð fyrir kalla og hent ekki konum. Þannig að Íslendingar mundu kaupa eða sérsniðin skotheld vesti og einkennisbúninga sem hendar líkamsbyggingu kvenna. En ég spyr mig, af hverju er það svona mikilvægt atriði í svona tvíhliða varnarsamningi að styðja sérstaklega við sko konur í Úkraínu? Það hefur verið sérstaklega áhersla að Katrínar Jakobsdóttur, menn hún var forsætisráðherra og var á þessu NATO-fundum, að það væri svona feminískur vinkill og meðal annars þessi að ef að konur eru í hernum, að þær fái þá búninga og skotheld vesti og búnað sem að hendar þeim, en það séu ekki látnar ganga í og nota búnað sem eru sérsniðni fyrir kalla. Ef maður talar hreinskilnislega, hvers konar feminismi er það að vilja senda konur til jafns við karlana í hakkvélina í skotgrjónum? Ég spyr þeirra spurningar. Já, þetta er búin að vera lengi að vera að leggja sérstaka áherslu á, ég held að Katrín hafi margsinni sagt þetta, að þegar hún hefur verið á öllum þessum NATO-fundum og komið tilbaka, þá hefur hún lagt áherslu á það að það sem að hún hefur lagt til málana hafi verið annars vegar svona sjónarmið að NATO stæði sig í svona kvenréttindamálum, það væri jafnstöðu kvenna og svo umhverfismálum. En ég myndi líka túlka þetta sem sko, er þetta ekki vísbendingum bara örvæntingar fulla stöðu Úkraínu að þeir þurfa að fara að reyða sér svona mikið á hverja konur í herinn sem var tilkynnt nýlega, það var ekki tilkynnt í upphæfi, þeir eru farin að gera það núna, samlega fréttum sem við höfum heyrt skort á mannafla og við getum fjallað það síðar þetta. Tengist því sko. Þú ert með eitt atriði viðbót, það er þessar 2 milljónir sem að fara í kaupin í gegnum Tékkland. Já, alveg rétt og það er það er þessi sko tékkneski hvað maður að kalla þetta, á ensku er þetta kallað Czech Initiative, verkefni sem að Tékkland stóð fyrir að kaupa sko skotfæri nánar tiltekið fyrir stórskotalið, artilleri
Því það það sem Úkraínumunum vantar mest, til viðbótar við mannafla sem við vantar mest, skotfæri fyrir stórskotalið. Og þess vegna fóru Tékkar á þessu ári í þetta verkefni að sko verða út meiri skotfæri fyrir Úkraínumenn, því það hefur komið í ljós að Bandaríkin og NATO og Vesturlönd get ekki sko útvega þeim öll þau skotfæri sem þau þurfa. Það eru alltaf skotfærakistur eru búnar í Evrópu og í Bandaríkjunum, þannig að Tékkarnir tóku að sér að fara og leita í heiminum að einhverjum öðrum skotfærum, að einhverjum kaupaða og við fjöllum aðeins þetta á samstöðnum daginn og voru kaupið þetta þá á kannski svörtu markaði eða einhvers þar sem að verðið náttúrulega orðið uppsprengt. Það hefur aldrei verið hærra verð á skotfærum sem eru keyptir með þessum hætti heldur en í dag. Já, og þetta verður náttúrulega sko að teljast vera svolítið svona örvendingafullt ráð að fara að leita á sko svörtu markaðina og einhver Afríkuríki að kaupa þeim sko skotfæri til þess að senda til Úkraínu og það sem hefur náttúrulega gerst að verðið á þessu svörtu mörkuðum og bara verðið á hvernig sem á vopnamörkuðum, arms markets í öllum heiminum. Frjálsum markaði með skotfæri? Já, frjálsum markaðslögmálin, það mikil eftirspurn og takmarka framboð af því að öll Vesturlönd hafa verið að sko klára sínar vopnabirgðir. Og hvað segja lögmálin markaðsöflin, að það þegar það sko takmarka framboð og mikil eftirspurn, þá eykst verðið. Og verðið hefur sko rokið upp og jafnvel fimmfaldast talað sko. Og erum við með næstu mynd sem grein Financial Times sem fjallaði þetta. Já. Þarna kemur fram í grein. Við reyndar vorum með fréttum þetta á samstöðunni og þar var verið að það hefur verið fjallað þetta og talað að sko verðið sem var greitt fyrir þessi skotfæri hafi verið svo hátt að menn eru að í að því að það hljóti að vera þarna bara mútur og allur anskotin þarna á leiðinni því að verðið var svo stjartfræðilega hátt. En Financial Times var að birta, við fáum þá mynd bara aftur, var að birta mynd fréttum þetta. Já, í frétt Financial Times mjög áhugavert. Þarna segir sko Mikael Srnat sem sko yfir þessu Czechoslovak Group. Það bara þessi samtök sem að Tékkland setti upp sem að sjá þessu vopnakaup sko. Og hann segir sko ekki nú með það að það mjög mikið fjallað í greininni hvað verðið hefur hækkað mikið sko. Heldur segir hann sko að þessi skotfæri sem að kaupa, jafnvel á svarta markaðinum og einhverstaðar, sérstaklega sem að koma frá sko Afríku og Asíu, bara helmingurinn af þessu virkar. Þetta er bara eldgamalt dót og eins sko kallað dödd þeir út með sko byssukúlu sem að virkar ekki, af því hún svo gömul. Helmingurinn af þessu virkar ekki bara sko. Þannig að bæði ertu sko að kaupa þetta uppsprendu verði, jafnvel fimmföldu verði og helmingurinn af þessu virkar ekki sko. Þannig að það komið ljós að þetta sko Czech Initiative, þetta tékkneska prógram með kaupa skotfæri, þetta algjört flop. Og Ísland var að leggja 300 milljónir í þetta. 300 milljónir. Og þetta kemur líka fram í varnarsamningnum sem við ætlum að halda áfram að gera. Þannig að 300 milljónir á kannski tvöföldu verði, það álíka mikið fekst fyrir 150 milljónir fyrir einhverju síðan, en það virkar ekki helmingurinn, þannig að þetta voru við kannski kaupa fyrir 300 milljónir, það sem hefði kannski fyrir 2 árum kostað 75. Þess þá til þau vopn sem að virka. Herðu, en það annað sem að vera í þessum varnarsamningi, það að Íslendingar fallist á ferli Úkraínu, hvað myndi þetta kallast? Já, alveg rétt, því núna í gangi sko... Það eina mynd af því líka. Já, það gangi þessi friðarfundur í Sviss og sá fundur snýst þetta sem kallað Ukraine's Peace Formula og það sérstaklega tekið fram í þessum varnarsamningi, þarna í einni klausunni, númer 10, að Ísland sko styður við friðar ferli Úkraínu eins og það kallað sko. Og það það sem þessi friðaráðstefna sem stóðnuna yfir í Sviss snýst sem að var að ljúka fyrir þetta. Því að var svolítið verið að ræða Úkraínu stríði, kom svolítið sögu í forsetakosningunum. Já. Þá man ég eftir að kjöriforseti, Halla Tómasdóttir, hún talaði einu sinni það að Íslendingar ættu að beita sig fyrir sko að þeir komið á friði í Úkraínu og var eiginlega að tala svona með sjálfstæðum tilburðum að það þyrfti raunverulega einhver að reyna að leiða saman stríðandi fylkingar og reyna að koma á friði. Meðan við þetta ákvæði í samningnum að þá eru Íslands stjórnvöld skuldbundin sem að gera það ekki. Já, það er rétt. Leita ekki að friði nema í gegnum þá leið sem að Úkraínumenn kjósa. Já, það er rétt að sko með þessum samningi það er rétt að þú getur túlkað þannig að Ísland má þá ekki sko hafa einhvers konar sjálfstæðar friðarumleitanir. Já, friðarumleitanir frumkvæðin einu slíku, heldur bara að sko styðja við þessa svokölluðu friðaráætlun Úkraínu sem við getum fjallað hver hún er sko. Já.
og sem að var sko það það sem þessi sko friðarástefna í Sviss átt að snúast En hún hefur tekið breytingum í gennum tíðina, þessi úkraínska friðarformúla. Ég held að þessu með mynd af það sem voru 10 liðir einhvern tímann. Já, þessi friðarformúla, hún búin að vera til sko alveg bara, minnum mig síðan á fyrsta ári stríðsins, 2022 sko. Og hún var alltaf lögð fram í sko 10 punktum og sjáum þessa 10 punkta hvað hver friðarformúla Úkraínu snýst og mikilvægasta atriðið sem þeir alltaf kalla eftir og það númer 6, það sko að þeir fara fram á þá kröfu að Rússar drægi herlið sér tilbaka áður en að friðarviðræður geta átt sér stað og það sem að Zelenský segir sjálfur að ekki nóg með það að sko Rússar verða að draga herlið sér alfarið tilbaka áður en og það virðist vera eins og það innihaldi Krímskaga líka sko. Að þeir verði ekki bara að draga herlið sér tilbaka frá sko Donbass og því heldur líka frá Krímskaga. Hann ítrekkaði þetta nú bara í einhverju viðtali núna held ég verið 2 dögum eða svo, þar sem hann sagði einhvern veginn þannig að akkur eru ekki Rússar á þessari friðarástefnu var hann spurður. Já, Rússar þurfi ekki að vera þessari friðarástefnu, ef Rússar vilja frið þá geta það bara að kalla herlið sér tilbaka. Já, svo náttúrulega það stærsta atriði við þessa friðarástefnu að Rússar var ekki boðið að taka þátt í henni sko. Þess vegna setja maður ekki spurningamerki, þetta getur náttúrulega ekki verið friðarástefna ef að hinn aðilinn situr ekki við samningaborðið. Það getur ekki leitt til neins frið, það ekki verið að semja neitt frið. En þetta þess að þeirra friðarformúla og ekki nóg með það sko að krafan sé að Rússar dragi herlið sér tilbaka áður en að friðarviðræður átt sér stað. Heldur hefur Zelenský margoft sagt að Pútín má heldur ekki vera lengur við völd sko. Það ekki hægt að semja við Pútín af því að hann innræðisherra eða eitthvað svoleiðis skilur. Þannig að þá náttúrulega skilur eru allar friðarviðræður náttúrulega dauða dæmdar ef þetta stefnan sko. En það sem að gerðist á þessum á þessari friðarráðstefnu í Sviss var að þetta Ukraine Peace Formula sem að Ísland skuldbindur sig til að styðja við samkvæmt varnarsamningnum sem að var uppalega 10 punktar. Núna á þessari friðarráðstefnu í Sviss búið að sko vatna þetta niður í þessa 3 punkta. Já, við fáum þá myndin aftur sem við vorum með núna þarna með friðarformúluna í 10 liðum og þú ert búin að lita upp þarna 3 og það sem stendur þá eftir, það var þá geislunar og kjarnorkuöryggi, kjarnamál, fæðuöryggi og að fangar verði látnir lausir og fólk sem hefur verið numið á brott og á þá líklega við börnin sem að Úkraínumenn segja að Rússar hafi tekið frá Úkraínu og flutt til Rússlands og jafnvel ættleitt. Já. Þannig að ef þið lesið núna sko communiques, yfirlýsinguna frá friðarráðstefnunni í Sviss, þá eru þetta 3 sko atriðin sem koma fram. Það ekki lengur öll hin atriðin og þar með talið sko náttúrulega mikilvægasta atriði sem var upphaflega, það þessi krafa að Rússar dragi herlið sér tilbaka. Og þá má spyrja sig hvers vegna búið að vatna niður og hvers vegna búið að fella allt hitt út sko. Hvað leggur, ég meina þarna til dæmis eins og bara orkuöryggi, ekki að segja það að Úkraínumenn hafi fallið frá því. Sko skýringin hlýtur að vera sú efnahagslegt öryggi að sko þeir reyna að fá eins mörg lönd í heimi til þess að mæta á ráðstefnuna og skrifa undir þessa yfirlýsingu sko. Það hlýtur að vera skýringin hvað sem búið að vatna þetta niður, það til þess að reyna að fá skiluru sem flest lönd til að skrifa undir þetta sko. Og til að styðja við þetta sko. En það tókst nú ekki, það voru enda mörg lönd sem að mættu, það voru líka mörg lönd sem að mættu ekki. Já, það var sett upphaflega 160 löndum boðið á þessa friðarráðstefnu og þegar uppi staðið þá voru sko 82 lönd, eða nánar til ekki 78 lönd sem að sko mættu og skrifuðu undir yfirlýsinguna. Og 82 þú telur sko alþjóðlega stofnanir, það líka Evrópusambandið og einhverjar fleiri stofnanir sko. Þá voru 82 samtals 78 lönd. Að þessum 78 löndum sem að mættu eru 45 Evrópuríki. Þannig að það eru sko 27 lönd sem eru sko fyrir utan Evrópu. Og þá eru Japan, Kórea, Ástralía, Singapúr, bandamenn Bandaríkjanna í Asíu. Flest af þeim eru eins og segja sko svona bandalagsríki sko. Og hvað með BRICS-löndin? Kína, Indland, og það er náttúrulega þekktast við þessar ráðstefnu að sko Kína mætti ekki? Já, mætti ekki og Zelenský var mjög fúll yfir því sko og gerði með þessa myndband það og svo þegar mætti þarna á einhverja ráðstefnu í Asíu varstu búin að sjá það, þá sagði hann að sko Kína væri leppríki Rússlands varstu búin að sjá það? Það virti vera að því hann var í fílu yfir því að þeir vildi ekki mæta svo friðarráðstefnu sko. Þá sagði hann að Kína væri leppríki Rússland sko. Og frekar heyrti haldið fram að ef að framfessu horfið þá gæti Rússland endaði með því að vera leppríki Kína. Já, það er alltaf að tala að Rússar séu runni leppríki sko Kína þegar náttúrulega Kína er miklu stærra og öflura land en hann er búin að snúi sig við sko að Kína sé leppríki Rússland. En ég heyrði nú Stoltenberg segja líka eftir þessar ráðstefnu að sko mesta öryggisógn Evrópu væri þáttaka Kína í stríðinu í Úkraínu. Já. Það var nú bara í gær held ég.
Þannig að það er svolítið svona komin svona hvassari tónn gagnvart Kína. Núna voru þeir líka tilkynna sko nýjar efnahagsþvinganir og þær virðast beinast í auknum mæli sko, það beinast á vissan hátt gegn Kína líka sko. Þannig að auðvitað er beint gegn Rússlandi, en þegar þú skoðar þær, þá þetta til dæmis tengist fjármálakerfum sko, ef að ríki stunda viðskipti við Rússland, að þá refsaði ekki beinast gegn þeim og þannig er þeim til dæmis beint gegn Kína sko. Þannig eins og segir, þeir eru farin að taka upp svona aggressívari tón sko gegn Kína og benda þeirra einhvern veginn sko aðild að þessu Úkraínustríði. En á meðan eða í aðdraganda friðarástefnunnar í Sviss sem að Úkraína hélt, að þá birti New York Times fréttir friðarsamninga sem að lá við að yrðu gerðir í vorið 2022 og sem að við svo sem fjallaðum hérna áður, fjallaðum tölvöld þetta fyrir árið síðan. Já, við hérna sjáum við þess að frétt New York Times, það sem þið birta þennan sko svo kallar Istanbul samningin sem að næstu búið að samþykja í mars-apríl 2022, bara mánuði eftir að innrás Rússa í Úkraínu hófst. Og við fjölluðum þetta hérna í þætti á samstöðunni í júní í fyrra og þá fjölluðum við sko innihald þessa samnings og núna er New York Times búið að birta sko 3 skjöl sem að eru hluti af þessum samningum og reyni staðfesta eða allt sem við sögðum sko, það sem að hafi komið fram í þessu samningi sko. Við töluðum til dæmis að hann hefði falið í sig sko öryggistryggingar fyrir Úkraínu frá Vesturlöndum, frá sko Bretlandi, Frakklandi og Bandaríkjunum. Það kemur fram í þessu samningi. Gegn því krafa Rússa var að Úkraína gengi ekki í NATO. Já, og helst að krafa var svo að Úkraína myndi ekki gangi í NATO, myndi sko skuldbinda sig til að vera hlutlaust ríki. Það var helst að krafa þeirra. Og það var krafa sem þeir voru tilbúinir að fallast á sko. Og gegn því að þeir myndu fá öryggistryggingar frá Vesturlöndum og svo er ýmislegt annað sem kemur fram í þessum samningum. Það sem við vorum að ræða fyrir árið síðan þennan samning, að þá var alltaf svolítið, fannst manni vera eftir að svara hversu langt var samningurinn komin, hverjir voru raunverulega sem voru búin að samþykkja hann, voru þetta drög sem að Rússar hafðu lagt fram og töldu sig geta náði í gegn, þannig að það var svolítið ósvarað hversu langt þessi samningur var komin, en miðað við fréttir New York Times, að þá var þetta eiginlega bara komið að undirritu næstu því. Já, ef við sjáum hérna næstu mynd, það sem að segir í frétt New York Times þetta, er að þessi Oleksandr Chalyi, meðlimur í úkraínska samningateyminu, hann sagði, okkur tókst að finna mjög raunverulega málamiðlum. Við vorum mjög nálægt því miðjan apríl, í loka apríl, að ljúka stríðinu með friðsælu uppgjöri. Þetta er mjög þýðing á þessari tilvitnun í frétt New York Times. Já. Og við höfum náttúrulega fjallað þetta líka, sko, að þetta er náttúrulega nýtt núna, en við náttúrulega myndust á það í þættinum okkar þetta í fyrra, að Naftali Bennett sem var fyrir undir forsætisráðherra Ísrael, hann var fengið þess að miðla málum í fyrstu samningalótunni, þetta var sko síðari samningalóta í Istanbul, hann sagði einmitt líka sko að þeir hefðu verið mjög nálægt í að ná málamiðlun og hann tók sérstaklega fram að það hefði verið Vesturlönd sem hefði verið aðal þröskuldurinn en ekki Rússar, að þeir hefði verið viljuð til að semja og það hefur sko Erdogan sagt líka, forseti Tyrklands, að því að þetta náttúrulega þessar samningaviðræður áttu sér stað í Tyrklandi, í Istanbul. Erdogan hefur sagt þetta og einnig utanríkisráðherra Tyrklands og tyrkneskir ráðamenn sem alltaf komu að þessum samningaviðræðum. Þeir hafa sagt sko að þeir hafa verið mjög nálægt því að ná málamiðlun og samþykkja og skrifa undir samninginn. Og einhver leyti fengið samþykki frá Vesturveldunum því að það er gert ráð fyrir að þau séu svona gæslumenn samningsins og gefa út svona öryggis tryggingar og fleira, en það er eins og Vesturlönd hafi sko snúist hugur. Já, þeir segja það að Vesturlönd hafi verið aðalþröskuldurinn, að þau hafi einhvern veginn sko ekki verið hlynnt frá upphafi sko friðar umræðum, þannig að þó að þessar umræður átt sér stað, þá voru Vesturlönd alltaf einhvern svona tvístiga með þetta skilur og enduðu náttúrulega á því að bara segjast ekki styðja við samningaviðræðurnar eins og var greint í úkraínsku fjölmiðlum á þeim tíma, Ukrainska Pravda, þá var greint frá því að Boris Johnson hann hefði sko fyrst hringt í Zelenský og síðan hefði komið í það sem var kallað skyndileg heimsókn, þetta eru orð úkraínska fjölmiðla, 9. apríl til Kyiv, það sem hann sagði sko við Zelenský, við styðjum ekki samningin og ástæðan sem hann gaf var svo, Putin er einræðisherra, það er ekki hægt að semja við hann og þá náttúrulega var Bucha var nýlega búið á þessu stað og var mikið í fréttum sko, þannig að Putin er hrotti og einræðisherra, það er ekki hægt að semja við hann og við munum styðja ykkur með öllum því vopnum sem við þurfum til þess að bara sigra á vígvöllum. Þannig að stefnan var tekin upp, nei, ekki semja, þið getið unnið stríðið og við ætlum bara að
styðja við ykkur eins og þið þurfið, gefa ykkur alltaf vopn sem þið þurfið til þess að vinna stríðið. Þannig að þessu var greint frá í fjölmiðlum á þeim tíma, sko. En svo sjáum við líka hérna, þetta kom fram í fyrra líka nýtt, ef við sjáum hérna næstu mynd. Já, býtum við, það sko, myndum eftir þessi. Það er eini viðbútt. Já. Það þessi ekki. Já, þetta sko hérna, David Arakhamia, hann var leiðtogi samninganefndar Úkraínu í þessum samningaviðræðum og þetta er viðtal sem var birt við hann, sjónvarpsviðtal í nóvember í fyrra, nóvember 2023 og það sem að hann segir í þessu viðtali, hérna er með íslenska þýðingu og það sem hann segir í þessu viðtali, það er markmið rússnesku sendinefndarinnar, þeir vonuðust í raun næstum til hins síðasta að þeir myndu þrýsta á okkur að skrifa undir þennan samning, svo þeir myndu taka upp hlutleysi. Það var mikilvægasta atriði fyrir þá og þeir voru tilbúinir að binda enda á stríðið. Það er að segja ef við tækjum upp hlutleysi eins og Finnland áður en þau gengu NATO að við verðum tilbúinir að skuldbinda okkur til þess að ganga ekki í NATO. Þetta er það sem hann sagði í viðtali í nóvember í fyrra og svo sjáum við núna í New York Times greininni hann var leiðtogi samninganefndarinnar og núna í þessari grein New York Times þá var þessi Oleksandr Chalyi, hann var annan meðlumur í samninganefndinni. Hann sagði þarna að við vorum mjög nálægt í að ná málamiðlun og binda enda á stríð. Þannig að krafa Rússa voru að Úkraína gengi ekki í NATO. Já, það var helst, eins og leiðtogi samninganefndarinnar sagði, það var helst að krafa þeirra. Og eitthvað hópur á löndum myndi ábyrgjast hlutleysið þeirra. Já. En þeir voru ekki minni NATO-semtur að Úkraína gengi í Evrópusambandið eða? Já, við komum að því á eftir. Fyrst meira þessar öryggistryggingar, eins og þú segir sko. Ef fá næstu mynd. Þetta er þetta svokallaða Istanbul Communique frá 29. mars 2022, eitt af 3 skjölum sem New York Times birtir. Og þetta er sko yfirlýsing sem að báðar hliðar skrifuðu í sameiningu og hefði verið gefin út ef að samningurinn hefði verið samþykktur sko. Og þarna kemur fram með þessar öryggistryggingar að gegn því að sko Úkraína verði hlutlaus og gangi ekki í NATO, þá hefði landi fengið öryggistryggingar frá Vesturlöndum og þarna eru nefnd meðal annars Bretland, Bandaríkin og Frakkland og það er symbolíst sko í þessu plaggi er að þarna er þessi klausa öryggistryggingar sett í grein nr. 5 þannig að það er náttúrulega verið að vísa 5. grein NATO þannig að Úkraína hefur fengið einhvers konar 5. grein NATO því þarna eru, ef náttúrulega þetta hefur verið samþykkt þá hefði Úkraína sko fengið 5. grein NATO öryggistryggingu frá þessum löndum án þess að vera í NATO sko. Og án þess út frá sjónarhóli þá Rússlands án þess að NATO myndi koma sér upp herstöðum inn í Úkraínu að inn í Úkraínu yrði raunverulega bandarískur her eða NATO-her. Já, munurinn sá að sko Úkraína eða utan NATO yrði hlutlaust þannig að Bandaríkin eða sko NATO-ríki mætti ekki koma þar inn með sín herlið nema yrði ráðist á Úkraínu. Nema ef það er ráðast á Úkraínu, þá er þessi öryggistrygging sem segir að þá eru þessi ríki skuldbundin til að koma til varnar. Það var búið að ráðast á Úkraínu, þannig að þarna var Rússland búin að taka Krímskagan og búið að taka Donbass. Já. Var að undirbúa það að taka yfir Kharkiv. Já, og það sem að segir einmitt sko líka, og við fjöllum þetta í þættinum okkar í fyrra, að það sem hefði komið fram í þessum samningaviðræðum var að Úkraínumenn hefur verið tilbúinir að láta til dæmis Krímskagan á hakann sko. Það þýðir að sko að það er náttúrulega svo erfitt mál til að semjum að til þess að ná sko sáttum og til þess að semjum frið og vopnahlé að þá skulum bara láta Krím til hliðar og semjum það síðar. Og ef við sjáum næstu mynd í þessari frétt New York Times þetta ekki sérstaklega fram að að það hafi verið ákveðið að semja Krímskaga síðar og það skildi vera ákveðið sko 10-15 ára tímabil. Það er bara svona langtímamál sem hættir að semja síðar. Sko. Og það myndi aldrei nást friður ef það ætti að leysa deiluna Krímskaga, að þá eru bara samningsaðilar sáttu við það að ná saman friði með einhverju tilteknum sættast við Donbass og eitthvað slíkt og segja sem svo tökum við þetta bara upp síðar umræðuna það hvernig sko, sættast það að Úkraína verið hlutlaus gangi ekki í NATO, það er mikilvægast að krafan og að þeir fái öryggistryggingar frá Vesturlöndum fá að gangi í Evrópusambandið eða vilja og ef Evrópusambandið vill fá þá já, svo eru þetta með Evrópusambandið og við erum þetta með það síðast tökum þá Krímskagan já, en sko, svo með sko Krímskagan og Donbass héruðin sko að og svo sjáum við næstu mynd þarna er textin sem að segir í þessu Istanbul Communique stjali sem að New York Times birtir að þeir hafi verið tilbúin að láta Krímskagan á hakann og það segir
the international security guarantees for Ukraine under the agreement do not apply to Crimea, Sevastopol and certain areas of Donetsk and Lugansk oblasts. Það sem þetta þýðir að Úkraína fengi öryggistryggingar en það myndi ekki ná yfir Krímskaga og þessi 2 héröð í Donbass sem að þýðir að ef náttúrulega þessi samningur hefur verið samþyktur það væri óbein viðurkenning á yfirráðum Rússa yfir þessu svæðum án þess þó að viðurkenna það sko opinberlega de jure, þetta er de facto bara svipaði svo við tölum við kannski Kóru þú veist svona frysta átökin frósið stríð já, án þess að viðurkenna það sko endanlega en þetta er náttúrulega málamiðlun, þetta er gert til þess að koma á vopnahléi til þess að bjarga raunverulega forða Úkraínu frá þessu mannfalli sem að síðar hefur orðið og þessari eyðileggingu á úkraínsku samfélagi sem hefur orðið í stríðinu. Já, og þetta var það sem við fjöllum sko í fyrra að með þessu öryggistryggingar þá á þeim tíma þá var þetta ekki ljóst að því það var ekki búið að birta þetta skjal sko en það sem við höfum heyrt og það sem við fjöllum var þetta að það hefði verið svo öryggistryggingar en hvernig sko leit þetta út að þær hefði ekki náð til sko Krím og Donbass og það er rauninni sko að því að þú ert að gefa öryggistryggingu fyrir land og það næri yfir mestan hluta landinu en ekki yfir allt landið það er náttúrulega sko þá er rauninni verið að viðurkenna bara, hvað skal segja, erlend yfirráð yfir hluta af landinu, sko. Það felur óbeint, skilur. Það felur það í sér í þessu samningi, sko. Og eins og við komum að áður, sko, ef við sáum næstu mynd, er að þá kemur einnig fram í samningi að Rússland setti sig ekki að móti aðild Úkraínu að Evrópusambandinu. Því hefur svolítið verið haldið fram að Pútín og Rússar væru sérstaklega á móti svona tengingu Úkraínu við Vesturlönd, svona vestræniseringu samfélagsins og ég hef heyrt menn halda því fram að það fari meira fyrir brjóstuð á Pútín að Úkraína gengi í Evrópusambandið heldur en í NATO. Að einhver leyti er það svona einhver hugmynd það að það sé markmið Rússa að halda Úkraínu frá vestrænum áhrifum og vestrænum viðskiptum. En einhver leyti held ég að sé líka til að draga úr svona þeim fullyrðingum að það hafi verið austurför NATO sem að hafi verið svona það sem að kveikti í þessari búðutunu. Þannig að margsinnis verið haldið fram og oft blandað saman að Rússa væru að gera athugasemdir bæði við inngöngu Úkraínu í NATO en ekki síður í Evrópusambandið. En það sést í svört og hvítu að Rússar voru tilbúinir að gera málamiðlun og leyfa Úkraínu gangi í Evrópusambandið. En þetta er í þessu sko, þarna sjáum við á myndinni sem að birtist áðan í þessu Istanbul Communique sko. Þetta er það sem sko þau atriði sem að samninganefndarnir voru búin að sættast sko. Áður en náttúrulega það síðan fór allt þúfur sko. En samninganefndarnir voru það er mjög mikilvægt að skilja að þeir voru búin að sættast þessi atriði sem þarna koma fram í þessu Istanbul Communique sem 29. Mars 2022. Og þarna var Rússland búið að gera það málamiðlun að Úkraína fengi að ganga í Evrópusambandið. Þetta er í 4. greininni í Istanbul Communique 29. Mars 2022. Skjalið sem New York Times birti. Aftur á móti eins og leiðtogi samninganefndar Úkraínu tók fram, mikilvægt atriði fyrir þá var að Úkraína gekk ekki í NATO. Þannig að þetta er ekki rétt hverjir hafa sagt það að það sé mikilvægara fyrir Rússa að Úkraína fá ekki að ganga í Evrópusambandið. Þetta verður alltaf snúist NATO fyrir þá sko. Þetta snýst hergögn og herlið sko. Að Bandaríkin Vesturlönd að koma með sín hergögn inn í Úkraínu. Það er það sem að þetta er alltaf snúist sko. Og þess vegna var náttúrulega töluður að markmið innrásarinnar væri demilitarization, að afhernaðarvæða Úkraínu sko. Þannig að ég ætla að fá þig til þess að fara yfir stöðun á vígvellinum rétt á eftir. Nú er New York Times að skrifa þetta. Hversu viss getur við verið í því að þetta hafi verið raunverulegt samkomulag sem að bæði Úkraínumenn og Rússar gátu fallist á fyrir rúmum 2 árum en Vesturveldin hafi stoppað? Já, við erum náttúrulega búin að fara yfir sko það sem að leiðtogi samninganefndar Úkraínu hefur sagt. Hann segir, manstu að Rússar hafi endilega viljað skrifa utan þennan samning. En heldur Úkraínumenn það endilega? Já, svo er það náttúrulega. Hann er leiðtogi samninganefndarinnar. Og reyndar kom það fram í þessu viðtali sko að þeirra skýring eftir á er að þeir hafi verið að kaupa tíma með eins og samningaviðræðum. Það er þeirra skýring eftir á sko. En miðað við sko hversu mikla málamiðlanir þeir voru tilbúinir að gera
þá lítur það út fyrir eins og þeir hafi verið viljugir til að semja. Af því að akkur gerðu þeir allar þessar málabilanir, skilur. Til þess að kaupa sér tíma. Bara til þess að segja að skilur hætta við á síðustu sekundunni. Já, ná að endurskipuleggja herinn sinn, þannig að það var náttúrulega tildulega skamt liði frá innrásinni, þannig að var einhver svona tunga af einhver lest frá rússneska hernum sem var komin langleiðina til Kív, það kenningars. Já, talandi það, sko, varandi við vorum að ræða á hann klausana það sem kemur fram að öryggistryggingarnar ná ekki til, sko, Krím og Lugansk og Donetsk, en þá þýðir það að þær hefðu náð til, sko, alls hins landsvæðinsins í Úkraínu. Þá hefðu Rússa farið tilbaka. Já, til þess að Kherson, Zaporizhia og til náttúrulega Kív, og þannig að það sem þessi samningur þýðir, það er ekkert að túlka neitt öðruvísi, er að Rússar voru tilbúnir þess að draga herlið sér tilbaka. Og vera eiginlega á upphafsreit því að Donbass var náttúrulega undir valdi aðskilnaða sinna. Já. Þannig að það hefði eiginlega verið sama stað og var fyrir innrásina í febrúar 2022 gegn því að Úkraína færi ekki inn í NATO, en hefði samt vend NATO-ríkja, það bara að NATO gæti ekki sett upp bandarískar herstöðvar inn í Úkraínu. Já, og það sem þessi samningu þýðir er að Rússar virðast hafa verið tilbúinir til þess að draga herlið sér tilbaka og þeir gerðu það náttúrulega hjá, sko, Kív og norðurhluta Úkraínu og þeir sögðu það sjálfir að þegar þeir drógu herlið sér tilbaka, og þetta er sem við fjöllum í þættinum í fyrra, að það var tilkynnt það af rússneska varnarmálaráðuneytinu 29. mars 2022, sama dag og þetta plagg Istanbul Communique, dagsettingin á því, sama dag, og það var akkurat þessum degi sem að samningarnefndir voru að hittast í Istanbul og funda, og þá tilkynntu Rússa það, við drögum herlið okkur tilbaka frá Kív og það var í samræmi við þessa samninga sem var að miða áfram og ég sé ekki fram á þessi neinu skýring á því, sko, hvers vegna dróðu herlið sér tilbaka. Við höfum heyrt að það hafi bara verið, Úkraínumenn hafi bara hruttið tilbaka eða með herafli, en ég menna ég sé enga vísbendingur það, ég sé að bendir alltaf þess að þetta hafi verið Ein skýringin hefur verið svo að þeir reyndu að gera með skyndisókn að ná Kænugarði en náðu því ekki, að það slitnaði bara á milli birgðalína og bara framsóknin var ekki nógu hröð til þess að þeir myndu takast að ná svona skyndi árás. Það er það sem að, sko, þá verður verið að gera ráð fyrir því að markmiðið þeirra hafi verið, sko, að hertaka Kív og hertaka alla Úkraínu í einhverjum blitzkrieg, en það sem að þessi samningar gefa sterklega í skyn er að það var ekki markmiðið var að knýja Úkraínu samningaborðinu til þess að samþykkja að vera hlutast að gangi ekki í NATO. Það er það sem að þessi samningar sem að New York Times hefur birt og það sem að þeir segja í samninganefndinni og fleiri vísbendingar sem við höfum, það bendir allt til þess að það hefði verið markmið og við fjöllum við það, sko, að í þessari sókn að Kív, það talaðum við þeirra með 40.000 hermenn sem er mjög lítill herafli til þess að taka, sko, stærstu borg landsins með 3 milljón íbúa, þeir voru með miklu stærra herlið til þess að taka til þess að Mariupol sem á borg sem við tókum náttúrulega umkringdu mjög snemma í innrásinni sem er í suðurhlutanum rétt hjá Donbass. Þeir voru með stærra herlið til þess að taka þá borg, sko. Þannig að það bendir alltaf þess að það hafi verið aðalsóknin á meðan þessi, sko, sókn af Kív hafi haft hann tilgang að knýja það á samningaborðinu. Það var ofáleiður til þess að vera nokkra líkur á því að herinn hafi ætlað að ná Úkraínu aldrei. Og þess vegna voru tilbúin að draga herrið tilbaka 29. mars í samræmi við samningaviðræðurnar, af því það var markmið. Það triksi á Pútín að gera þessa skyndisókn þarna inn til þess að þröngva Úkraínu að samningsborðinu. Hún mistókst. Já, svo þú varst að spyrja mig að því, sko, hvers vegna þetta gekk ekki upp, sko. Og að því þeir hafa sagt, sko, að Rússar hafi verið tilbúin að semja og svo eru þessir aðilar sem að segja að Vesturlönd hafi staðið í vegi fyrir samningunum og ekki viljað að Úkraína myndi semja, heldur myndi halda áfram að berjast, sko. Og svo náttúrulega þessi spurning, sko, hvort að Úkraínumenn hafi sjálfur viljað semja, sko, eða hvort að þeir hafi bara verið að kaupa tíma. Við náttúrulega getum ekki svarað þessum spurningum endanlega, sko, að svo stöddu, sko. En eitt er því að það var friðarráðstefna Úkraínu var í Sviss og New York Times birtir þessa frétt á sama tíma gamla friðarsamninga. Maður að lesa eitthvað í það? Af hverju komast fréttir, nú hefur búið að segja frá svo í samstöðunum fyrir árið síðan, af hverju ratar þetta inn í New York Times núna á sama tíma og Zelenski er með friðarráðstefnuna? Sko, það getur náttúrulega ekki verið tilvíðun að þetta, sko, er birt á sama tíma á þessu friðarráðstefnunni í þessu stað, en ég held að einn aðaf skýringin er sú, og það sem er heldur ekki verið fjallað mikið í fjölmiðlum almennt, er að, sko, daginn fyrir friðarráðstefnunni í Sviss,
ég minnir að það verið 14. júní, þá flutti sko Pútín risastóra ræðu, mjög langa, og það sem að hann kemur með sitt eigi friðartilboð. Þannig að það eins og hann hefur reyndað sko, hvernig segir maður, að preempt friðarástundina sko í Sviss og í þeirri sko ræðu og í hans svokallaða friðartilboði, svo náttúrulega má deila hvort það sé tilboð eða frekar bara ultimatum sko, að þar talar hann Istanbul Plus, að það sko, þú veist að Úkraína með sitt, peace formula, að friðar formúla Rússa þetta svokallaða Istanbul Plus, að þeir vilja byggja á Istanbul samningnum, en svo náttúrulega sko hafa þeir síðan þá náttúrulega innlimað 4 héröð til viðbótar við Krím, Donetsk, Lugansk, saman eru Donbass og einnig Kherson og Zaporizhia sko. Þannig að þá fara þeir fram á að Úkraína sko viðurkenni yfir þessum 4 nýju héröðum og krafa Pútín segir svo að þeir drægi herlið sér tilbaka frá þessum, þeir eru ennþá með herlið í þessum 4 héröðum. Ég veit ekki hvort þessum er herlið í Lugansk, þeir eru klárlega með herlið í sko Donetsk héraði og Zaporizhia héraði og Kherson héraði sko. Náttúrulega Kherson héraði náttúrulega skipt í tvennt eftir Dnépfljótinu og Úkraínumenn alltaf ráði yfir norður bakka Dnépfljótsins og þar með talið Kherson borg sko, og Zaporizhia er það er náttúrulega hérað, en stærsta borgin í Zaporizhia heitir einnig Zaporizhia og Úkraínumenn ráða ennþá yfir henni sko. Það sem að Pútín fer fram á er að þeir drægi herlið sér tilbaka frá þessum 4 héröðum og það með talið sko Kherson borg og Zaporizhia borg, og þá segir hann sko að ef Úkraínumenn eru tilbúnir að gera það og skuldbinda sig til þess að vera hlutlausar gangi í NATO, þá eru við tilbúnir að semja frið. Þetta segir Pútín sko. En þá má náttúrulega gagnrýna þetta sko fyrir það að sko hann er að fara fram á að Úkraínumenn drægi herlið sér tilbaka áður en að þeir samið frið. Svipað hefur verið gert einum megin. En þetta tengist í að frá á undanförnum misserum, þá hefur Rússum gengið betur á vígvellinum og við erum með ykkur kort sem að kannski sýna stöðuna á vígvellinum. Já, þeir núna sko fara yfir ástandið á vígvellinum. Hérna eru við bara með svona almennt kort sem að sýni stöðuna sko, það sem náttúrulega hefur helst verið í fréttum á síðustu vikum og mánuðum er að Rússar hófu nýja sókn í sko Kharkov héraði. Og þið sjáu á kortinu sko að Rússar ráða yfir þessum eða stórun hluta þessum 4 héröðum sem að þeir hafa innlimað. Það er Donbass 2 héröð og svo Kherson hérað og Zaporizhia hérað. Og svo sjáu þið sko kortinu borgina Kharkiv og það er svona lítil rauð lína fyrir norðan Kharkiv og þetta heitir Belgorod hérað. Landamæri Kharkiv héraðs í Úkraínu að Belgorod, að þar sóttu sko Rússar inn. Og svo voru svo það fréttir af því að þeir ætluðu að reyna að ná Kharkiv sem er næststærsta borg Úkraínu, en þeir virðast ekki vera á góðri leið með það, samkvæmt þessu korti. Já, svo eru náttúrulega heilmiklar umræður sko þessa sókn og hvað hún þýðir og komum að því á eftir. Hérna sjáum við sko, förum yfir þessi kort áður en að við komum að því sko. Að bara svona fara bara vítt yfir alla vílunina. Hérna sjáum við hvernig sko staðan lítur út í þessari sókn Rússa í Kharkov héraði. Og þarna núna barist bæinn sem heitir Volchansk. Þannig að það er aðalorustan sem er í gangi núna sko. Og svo við höfum á næsta kort sem að síði stöðunni í Donbass og það sést ekki eitthvað kortinu en hinn aðalorustan sem er í gangi núna er Chassiv Yar sem er rétt hjá Bakhmut. Þið sjáu þarna á kortinu hvar Bakhmut er. Og svo er það líka það sem að Rússar er að sækja fram rétt hjá Avdivka. Þið sjáu þarna á miðjum appinu það lítur út svo þríhyrningur. Þannig að það er vísbending að í ensku hernaðarfræði þetta kallað salient, hvernig segir það á íslensku að þeir eru að sækja fram sko inn í skilur landsvæði Úkraínumanna og búin að mynda svona þríhyrning eða svona skilur sem er kallað salient í hernaðarfræðum. Og næsta korti sjáum við sko orustuna Chassiv Yar og þannig að hægra megin er Bakhmut sem er alltaf Rússar hertóku sko í fyrra. Þannig að Chassiv Yar er næsti stóri mikilvægi bæinn sem Úkraínumenn ráða yfir og eftir Bakhmut sem að þeir hafa sko fortified, sem að þeir hafa byggt mikil varnarmannvirki í Chassiv Yar. Og núna er verið að berjast Chassiv Yar. Og svo er næsta kort er nærmynd af þessari sókn Rússa hjá Avdivka og það er hjá bæ að þorpi sem heitir Ocheretine sko. Og þá er hugmyndin að þeir myndu sækja fram að þessum bæjum sem heita Pokrovsk og Mirnohrad og þá myndu þeir sko skera á birgðalínuna til Chassiv Yar sem er aðal stóru orustan á eftir Bakhmut sem er í gangi núna sko. Þannig að það er sko hugmyndin með þessari sókn þar sko. Og og þau sjáum sko þeir eru að setja mikla pressu í Donbass skilur.
og sækja það fram á sama tíma og síðan sóttu fram í Kharkov sko. Og svo náttúrulega allar þessar umræður sko, já það sko, var markmið þeirra að hertaka Kharkov eða hvað sko, hefur sóknin þeirra hvað maður að segja, bara verið stöðuð af eða, og ef við sjáum grein The Economist á næstu mynd, þá mjög áhugaverð grein, það sem þeir greina frá því With an estimated 48,000 troops ready, Russia does not have the force of a major attack on Kharkov, Ukraine's second biggest city. Þannig að þarna segir Economist að þeir fóru sér með, það talaði þeirra að fara með cirka 40.000 manna herlið yfir landamærin eða sko eða þeir séu með 40.000 manna herlið á svæðinu, þannig að það er ekki svona víst að það hafi allir farið yfir landamærin, þetta er bara það herlið sem þeir eru með þarna sko. Og það er ekki nógu stórt herlið til þess að taka Kharkov, næstæstu borg Úkraínu, eins og við veitum ekki frekar en að 40 manna herlið var nógu stórt herlið til þess að taka stærstu borg Úkraínu, Kyiv, fyrir 2 árum sem með 3 milljónir íbúa sko. Og þá er rætt sko, hvað er þá markmið Rússa? Þeir hafa margótt sagt það sjálfir. Þeir hafa sagt það sko að markmið með þessari sókn í Kharkov er að gera það sem kallað sanitary corridor. Það er líka að tala buffer zone, af því að málið er að þetta er að landamærin að Belgorod og Úkraínumenn hafa verið að varpa sprengjum yfir í Belgorod í marga mánuði og jafnvel ár sko. Og svo voru líka að gera svona lítilháttar hvernig segir maður, incursions raids, lítilháttar árásir með þessum þetta voru svona stæruliðasveitir, svona rússneskir uppreistamenn náttúrulega í liði með Úkraínumönnin sem voru að gera árásir yfir landamærin sko, og svo voru þeir að nota stórskotur til þess að varpa sprengjum og Rússar segja að þetta er sko viðbragð við því að þeir eru að búa til svona, hvernig segir maður íslensku, þú veist, buffer zone, svona einhvers konar varnar línu við landamærin til þess að hlífa Belgorod. Öryggissvæði. Já, öryggissvæði til þess að hlífa Belgorod frá árásum Úkraínumanna. Og svo náttúrulega tengist þetta líka sko strategíu Rússa að setja pressu alla líluna. Því þetta er svo kallar war of attrition. Það er verið að keppast að blæða andstæðinginn út sko. Og þessi sóknir í Kharkov verið stjóna þeim tilgangi að því að Úkraínumenn þurft að senda heilmikið að sínu varaliði eða herliði þarna til þess að stoppa í gatið í og hafa valla mannafla til þess að verja þar sem að þeir eru í átökum. Já, að því eins og við sjáum á næstu mynd sem er grein New York Times frá 14. maí, en þar er mjög merkilegt sem kom fram. Þetta er viðtal við Budanov sem er sko hann er næst æðsti hersföðingin í Úkraínu hér og eftir sko Sirski sem er æðsti yfirmaður hersins. Þessi Budanov, hann er sko, hvernig segir maður, yfirmaður leyniþjónustu hersins. Já, yfirmaður leyniþjónustu hersins í Úkraínu hér. Og þarna sagði hann í viðtali við New York Times að I've used everything we have, unfortunately we don't have anyone else in the reserves. Hann var að viðurkenna að Úkraínu hér hefði sko klárað sín reserves. Og þá var hann talað mannafla. Já, það er náttúrulega sko, þú veist, her er náttúrulega samanstendur af herfylkingum eða herdeildum og segjum að Úkraína hafi 100 hersveitir og þú ert með ákveðna margar hersveitir á víglínunni sem eru í að taka þátt í orustu. Reserves eru þar herdeildir sem þú ert með heima fyrir og getur síðan sendt til þess að stoppa í göttin eða eitthvað sko. Eða bara leyst hersveitir af. Já, eða leyst aðra hersveitir af. Það sem það þýðir er að þeir eru ekki með neinar reserve herdeildir eftir. Það eru allar að berjast á víglínunni út af þeirra skort á mannafla og mér finnst ég til þetta að vera merkilegustu fréttina frá upphafi stríðsins að hann hafi viðurkennt þetta að þeir hafi klárað sín reserves af því maður sjaldan heyrt stríðsátök þar sem að önnur liðin hefur klárað sín reserves. Það er bara mjög alvarlegt ástand sko. þegar það gerist og þess vegna að þeir eru ekki með neinn reserves og Rússar sækja fram á nýjum stað til Kharkov héraði þá neyðast þeir eru ekki með sko auka herdeildir heima fyrir. Þá þurfa að finna varnirnar annars. Þá þurfa þeir að finna einhverjar herdeildir sko sem eru þegar í orustu, kannski Chasiv Yar eða þú veist einhverjar í Donbass og þurfa að draga það tilbaka og senda þær í staðinn í Kharkov. Og meginatriði í þessu er að það vantar mannafla, þannig að þó svo að þeir fái einhverja auka sendingar af einhverjum skotfærum eða einhverjum stríðstækjum að það er ekki það sem þau helst þurfa. Þetta þurfa helst að fá mannafla. Þeir þurfa það líka, en það sem vantar mest eins og segir er mannafla. Það er bara ef þú ert í með mannafla, þá skiptir ekki máli hvort þau fái sko dótið. En það er rétt, sko. Svo lengi sem þeir eru ekki með mannaflan, þá náttúrulega mun það ekki sko, sama hversu mikið að vopnu þú sendi, en þeir eru ekki með mannaflan til þess að nota þau, sko. Eða bara til að stöðva sko sókn Rússa, skilur. Það sem að menn hafa nefnt, meðal annars Emmanuel Macron í Frakklandi
að þessi komið tími til þess að NATO sendi hermenn á vígvöllin. Þetta hefur líka verið nefnt af ráðamönnum annar staðar, til þess að svara raunverulega þessu ástandi að ef þetta stríð sem að snýst það að láta andstæðingin blæða út, að þá Úkraínumönnum að blæða út. Já. Þeir hafa bara ekki fólk og þurfa helst að kalla þá sem að flúðuland aftur til Úkraínu til þess að berjast. Já, og önnur vísbending það sko að þeir hafa orðið fyrir miklu mannfalli og hafi klára mannaflan, eins og ég segi núna þeir fannir að sko reyna að þrýsta á sko að Úkraínumenn sem að sko hafa, hvað maður að segja, flúið land eða flust á brott og búið einhvers staðar í Evrópu að reyna að fá þá aftur til þess að hvetja þá í herinn sko. Og það sem Úkraína hefur gert sko að mun ekki sko endurnýja vegabréf þeirra sko. Þannig að þeir eru náttúrulega sko með vegabréf og eru staddir einhvers staðar í Evrópu og þegar vegabréfin renna út, þá verða þeir bara eins ólöglegir í landinu sko. Ef að þeir fá ekki endurnýtt vegabréf sko. Og þetta er náttúrulega gert til þess að setja pressa á til þess að koma aftur tilbaka sko. Og svo náttúrulega, eins og við ræddum sko, eru líka farnar að hvetja konur í herinn sko. Þannig að þetta verðist allt saman að vera vísbendingar bara þeirra skort á mannafla, eins og Budano viðurkenndi í viðtali við New York Times, að þeir hafi bara klárað sinn mannafla sko. Og þetta er náttúrulega allt saman vísbendingar bara slæmt ástand Úkraínu í stríðinu á vígvöllunum, efnahagslega og þess vegna sjáum við sko þessa tilhneigingu til þess að sko stigmagna átökin frá Vesturlöndum að Macron talar að senda herlið til Úkraínu. Það að því að það stefnir allt í að þeir séu að fara að tapa stríðinu og geti verið bara hruna víl, það er líka talað það núna að verið bara hruna vílunni í það sko, að þeir bara þetta sem að gerist í sko stríðum sem eru war of attrition, að þú veist, það er verið að hægt og rólega blæða andstæðingin út, þangað til það bara hrinur sko. Og við sáum þetta allir fyrir heimsstyrjöldinni, að þannig sko endaði sko átökin á vesturvígstöðunum fyrir heimsstyrjöldinni, á endanum blæddi Þýskaland út og það kom mjög snögglega, fólk átti ekki vonaði að bara allt í unni lauk stríðinu bara mjög snögglega þarna í nóvember 1918 sko. Þess vegna er verið að tala þetta núna, þetta getur mögulega gerst sko. Við alltaf vitum það ekki en fólk getur svona séð fyrir þessi svona myndlíkinguna og að sé til dæmis ísilagt vatn sem að þynnist ísin alltaf þannig að hann getur ekki borið neitt þunga en þú sér það ekki á yfirborðinu sko fyrir hann allt í einu brestur. Þannig sem að þetta gerist að allt í einu eru allar línur þandar og ekki hægt að endurnýja neitt og þá hrynur þetta skyndilega. Já, það er náttúrulega miðlingin sem hjálpar okkur að skilja þetta en þetta er líka bara eins og þegar við sækjum í svona söguleg fordæmi eins og fyrir heimsstyrjöldina og önnur svona stríð sem átt sér stað þá virðist þetta eiga sér stað svona en það er líka sko eins og segja að þessi stigmögnun og tala að senda herlið til Úkraínu, það er náttúrulega mjög sterk vísbending að þeir séu að tapa stríðinu og ganga mjög illa. Sko. Já, það er líklega horfir Macron ekki á það að það væri leið til stigmögnunar stríðinu, líklega horfir hann á það að ef að NATO-ríkin senda ekki hermenn á vígvöllin að þá mun Úkraína tapast og það sé það alvarlegasta öryggisógn sem að getur orðið fyrir NATO og Evrópuríkin að ef að stríðið tapast. En þetta er mjög öfustungin lógíka því að sko ef þú sendir herlið til Úkraínu, NATO-herlið, þannig að við getum rætt að það sko, það eru tveir möguleikar, þú getur sendt herlið sem er ekki undir sko fána NATO eða þú getur sendt herlið sem er opinberlega undir sko Frakklandi eða NATO, ef þú gerir það, það þýðir bara þriðja heimsstyrjöldin, þá erum við komnir í sko opinbert stórveldastríð á milli annars vegar NATO og Rússlands, það er klárlega stigmögnun, það er ekki hægt að afneita því, það er eitthvað orwellísk mótsögn að afneita því. En ákvörðun ekki tekin til þess að stigmagna, ákvörðun tekin að sá valkostur sem þú ert að nefna núna, hann er skárri heldur en uppgjöf að Úkraína, að NATO tapi stríðinu í Úkraínu. Ég set spurningamerki við það að þriðja heimsstyrjöldin sé ákvæmsanlegri kostur heldur en að Úkraína tapi stríðinu. Sko. Það eru menn sem hafa tekið svona ákvarðanir í gennum söguna sem eru að taka svona ákvarðanir sem að öllum á vera ljóst að hérna er að kalla yfir gríðarlegar hörmungar yfir fólk en þeir taka þeir samt vegna þess að líta á það sem pólitískt eða út frá okkur svona valdalegum strúktúr að þá sé það skárra fyrir NATO að vera bara í opnu stríði með óvissri niðurstöðu við Rússland heldur en að láta Úkraínu falla. Þeir sem að halda því fram, ég myndi að spyrja þá Bandaríkin sem eru leiðtogi í NATO, haldið þið að Bandaríkin sem eru tilbúin að senda sitt herlið til Úkraínu og þar með farið stórveldastríð við Rússland yfir Úkraínu. Af því við vitum líka sko að stórveldastríð þriðja heimsstyrjöldin milli Bandaríkjanna og NATO annars vegar og Rússlands hins vegar
getur auðveldlega stigmatast yfir í kjarnorkustyrjöld og þetta það sem að sérfræðingar í öryggis- og varnarmálum benda á. Já. Haldið þið að Bandaríkin séu tilbúin að fórna Washington, New York, Los Angeles fyrir Kyiv eða fyrir Kherson? Ég spyr það þessar spurningar og svarið við henni auðvitað nei og þar með hafið þið svarið við því að það ekki mikilvægara að hæfja 3. heimsstyrjöldina heldur en að Úkraína tapi ráðamenn í Bandaríkjunum virðast ekki líta á það þannig Ég held að þeir séu ekki tilbúinir til þess að fórna öllum sínum kjarnahagsmunum fyrir Úkraínu En ef einhver telur það þá má ég að þeir endilega koma með rök fyrir því hvað sem þeir telja að það sé þannig segi ég bara. Það með slegið að segja en þar á meðal eru íslensk stjórnvöld sem að telja að eina lausnin á þessum átökum sé fullnaða sigur Úkraínu á vígvellinum og hann næst ekki með það mannafla sem að Úkraína hefur núna. Úkraína að blæða út, þannig ef það á að verða sigur á vígvellinum að þá þarf að verða stigmögnun til þess að ná því fram og stigmögnunin sést til dæmis á því sem að við byrjum á hérna sem varnarsamningur Íslands og Úkraínu. Þú hefði líklega hlegið að mér ef ég sagt þetta fyrir 3 árum að Bjarni Benediktsson verið að gera samning, tvíhliða varnarsamning í Úkraínu sem að Hilmar Þór Hilmarsson var að rekna út að væri allavega 25,5 milljarðar sem að væri framlag úr íslenskum ríkissjóði til þess. Þetta alltaf stór fyrirlega en auðvitað í stóra samhenginu breytir þessi varnarsamningur engu því að þessi peningar þetta bara kling með við alla stuðningi sem Úkraína fær frá til dæmis Bandaríkjunum og Evrópusambandinu þannig að það má þetta setja spurningu Þetta mun ekki snúa stríðsgæfunni Þetta mun ekki breyta neinu og þetta er bara kling en þetta dæmi svona stigmögnun það sem að fólk kannski fyrir 3 árum hefði talið verið algjörlega óhugsandi Það er rétt, þetta stigmögnun þannig að þetta var algjörlega óhugsandi og þetta var óhugsandi þegar ég sá hennar samning og las hann ég bara trúði allir því sem ég var að lesa eins og þetta með að styðja konur í Úkraínu hér til 10 ára og að við höfum þegar greitt 2,6 milljarða í hernar eða varnar eins og stendur í samningu. Ég bara trúi ekki sem stendur þarna bara ótrúlegt Sem er náttúrulega sér mál hvernig svona ákvarðanir renna í gegn á nokkru umræðu inn á þingi eða virðist ekki heldur verið eins og í ríkisstjórn og bara ekki í íslensku samfélagi að þá eru teknar veigamiklar ákvarðanir breytingar og öryggistefnu Íslands án þess að það sé á nokkurn nátt rætt. Já. Það var ein yfirlýsing að þú varst að segja að það væri merkilegasta yfirlýsing sem þú séð sem að var hann hershöfðinginn. Já, Budanov með að þeirra við klárað sinn mannafla, run out of reserves. Þú telur ekki með yfirlýsingu Trump frá því í gær þar sem hann sagði að hann muni stoppa allan stuðningu Úkraínu. Tekur ekki mark á Trump eða? Ég var ekki búin að kynna með það mál. Nei, hann lýst þessu yfir í gær. Hann ætlaði að stoppa allan stuðningu Úkraínu. Er hann búin að lofa því? Hann sagði þetta á einhverjum kosningafundi. Við vitum að Trump segir alls konar hluti en það er, við getum ekki treyst í að hann muni standa við það sem hann segir. Þannig ég held að það sé minna markað Trump þegar hann segir það og þegar að Budanov segir þetta sem er gríðarleg viðurkenning. Þú veist að því hvers hann er með að segja það, það kemur honum alltaf, lætur hann ekki líta vel út. Og það er náttúrulega hryllileg staða hjá Úkraínumönnum í Úkraínu í dag á vígvellinum. Já, það verðist vera. Herðu, Tjörfi, takk fyrir að koma hingað og ræða þessi mikilvæga mál. Við ætlum að hafa svona framhald á þessu. Hann er á leiðinni í bæinn, hann Hilmar Þór og þá munum við spjalla við hann og ég fæði þig kannski í lið með mér þá og komið svona aðeins meira inn í tilraun okkar til þess að fjalla betur um alþjóðamál og ekki síst öryggismál þar sem að við erum líklega nær kjarnorkustríði heldur en að við höfum nokkuð tíma verið. Já, því miður. Já, kæra þakkir. En ég sitt hérna eftir og reyni að skilja heiminn. Næsti kafli er eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.